allir viti það. Við áttum svo sem fund, það var ekki verið nein kynning á þessu máli per se. Ég get samt alveg upplýst að við höfum hitt, ég og Bragi hittum, bæjarstjóri hittum forsvarsmenn Íslenska Gámafélagsins sem akkurat töl og draumur þeirra ásamt embættismönnum, ásamt skipulagsfulltrúa varðandi þetta. En hagur Íslenska Gámafélagsins að þeir vilja gera þetta svæði eins og á Esjumölum. Þeir voru að opna nýtt svæði líka á Akureyri sem nú held ég eiginlega bara inn í miðju Akureyri. Að það alveg hægt að gera þetta sómasamlega, en einsta mál að taka frestun á þessu máli og geta alveg stutta og bara fengið forsvarsmenn fyrirtækis til að koma og til okkar, og þeir vita alveg upp á sér skömmina hvað hafa stundum verið að gera, held ég, sko, að þú veist, þeir voru í ólesti og með mikið efni sem náttúrulega kveiknaði í og vita það og eru búin að læra því, en það líka þessi starfsemi, þessi lykt sem hefur verið þarna. Þeir eru hættir þeirri starfsemi sem ég best veit, sem hefur verið mestar kvartanir yfir, að fyrirtæki alveg til að koma til móts við sveitarfélagið, en bara fín hugmynd að fresta málinu og fá frá kynningu. Hún þarf samt að eiga sér stað á næstu 3 vikum eða 2, þannig að við sem ekki búin að missa umboð okkar til að taka svona stefnumótandi og stóra ákvörðun kannski fyrir sveitarfélagið. En langar bara upplýsa þetta, en þetta eins og Arnór Fjóla kemur, þetta alveg fyrirmyndafélag og með flótta staði, og ég bara legg til og styð frestun á málinu og við fáum kynningu frá forsvarsmönnum Íslenska Gámafélagsins. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Það voru Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, og skautur að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur, mér langar bara að árétta það að það snýst fyrir mér það tækifæri sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir til þess að eiga samtal við þessa forsvarsmenn, til þess að setja þeim þá bara mjög skýran ramma, af því að nú höfum við tækifæri. Þú veist, sveitarfélagið stýrir með skipulagi og við erum með skipulagsvaldið. Ég sit bæði í stjórn brunavarna og heilbrigðiseftirlitsins og þetta hefur ekki verið þeirra uppáhaldsstaður, hvorugra. Þannig að ég held að sé satt og rétt sem að strákarnir segja að forsvarsmenn vilji sannarlega gera betur, en við vitum það alveg að hvirfilbylur dagsins tekur frá okkur oft það sem við ætlum okkur að vinna að, og ég held að við verðum að nota þetta tækifæri, og ég er bara handviss, við verðum að nota þetta tækifæri til þess að ramma hlutin inn og hvetja fólk til dáða. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Það voru Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista. Beðum orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég kannski vil nú kannski árétta það líka að ég tek undir það að fresta málinu, en auðvitað hægt að vinna málið hratt, en ég sé samt sem maður ekki alveg þörfin á því. Mér finnst þetta ekki það aðkallandi starfsleyfi. Já, ok. Þannig að það þarf að gerast fyrir starfsleyfið, en alla missaði starfsleyfið þó að við breytum ekki orðalagi samkvæmt þeirra ósk. Ég hef nú ekki trú á því. En allavega þá er það leiðrétt hér með. Það er þá virkilega aðkallandi að fara yfir málið, og þetta þurfum við að fá kynningu, og það þarf að gerast bara mjög hratt, en mér finnst samt sem að það var óþægilegt að þetta sé að koma fram á þessum tíma, og við þurfum að vinna þetta með einhverjum handahlaupum, sko, þannig að ég segi það nú hér í pontu, en engu að síður það er sjálfsagt að leggja á sig það sem þarf til þess að atvinnustarfsemin í sveitarfélaginu getur nú dafnað og blómstrað, en engu að síður þá finnst mér ekki góður bragur á því að vera stillt upp í vegg til þess að vinna málin svona hratt, en gott og vel, þá bara setjum við undir okkur hausinn og vinna það hratt. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr Sigurðsson og Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi og S-lista, flytur síðustu ræðuna undir þessu máli. Gjörðu svo vel, Sigurðsson, Vítalín Guðmundsson. Já, takk fyrir þetta, Fórstu. Ég sé ekki, ég eiginlega verð að taka undir með bæjarfulltrúa Arnari. Ég sé ekki alveg ástæðuna fyrir því að þurfa að flýta þessu svona gríðarlega mikið, og
skipulag í gildi til 2036, það er 10 ár. Það hlýtur að hægt að veita þeim starfsleyfi með einhverju undanþágu með að vera að fjalla þetta á faglegan hátt hjá þar til bærum stofnunum og umsóknaraðilum og sjálfsögðu sveitarstjórninni líka, vegna þess að enn og aftur þetta er stefnumarkandi mál. Þetta er bara eitthvað sem að við megum ekki láta sko einhverja hagsmuna aðeil út í bæ þvinga okkur til að taka ákvörðun að því að það er það sem hentar þeim akkurat núna. Það er ekki góð stjórnsýsla, myndi ég halda, og ég reikna með að við frestum á þessu máli og við endum bara í kviðin og vinnum þetta eitthvað fram á haustið. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Þá höfum við lokið ræðuhöldum í tengslu við þetta mál og það hefur komið hér fram tillaga frestun málsins og það er svo tillaga sem gengur lengst og ég bið þá að gefa mér handa uppréttingu þá sem eru sammála því að fresta málinu. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 10. máli á dagskrá fundarins. Fossnes, Sláturfélag Suðurlands, tillaga frá 60. fundi skipulagsnefndar frá 15. apríl síðastliðinn liður 3. Lögð fram uppfærð tillaga nýs deiliskipulag sem tekur til svæðis I2, ekki 12, innan aðalskipulags Árborgar. Skipulagssveitin nær til 9,9 hektara land sem nær yfir lóð Sláturfélag Suðurlands og svæði fyrir nýjan aðkomuveg. Lóð sláturhús og afurðastöðvar er 9,6 hektarar að stærð og er nú þegar byggð að hluta. Sláturfélag Suðurlands hyggst byggja nýtt sláturhús afurðastöð fyrir stórgripaslátur vestan við núverandi byggingar. Núverandi byggingamagn og iðnaðarlónið samkvæmt fasteignaskrá er 4.565 fermetrar og er gert ráð fyrir að stækkunin geti orðið alltaf 6.000 fermetrar þar sem 2.000 til 2.500 fermetrar verða byggðir í fyrsta áfanga. Auk nýrra húsa er gert ráð fyrir endurnýjun á núverandi húsnæði sláturhússins. Skipulagsnefnd Árborgar mælist til þess við bæjarstjórn að deiliskipulagið verði samþykkt til auglýsingar á grundvelli 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur fyrir gerð deiliskipulagstillöguna liggi fyrir innan aðalskipulags sveitarfélagsins. Og opnaði fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir tilheyrendur. Já, hér er lóð og starfsemi sem er rótgróin í samfélaginu. Það er starfsemi Sláturfélag Suðurlands sem er hérna rétt utan við á. Ýmsar hugmyndir sem félagið hefur verið í náttúrulega á undanförnum árum. Það mætti kannski tala áratugi einhverju, svona hvernig uppbygging og framtíðaráformin eru. Niðurstaðan er allavega komin hérna fram í deiliskipulagstillögu frá þeim að þeir vilji byggja við núverandi aðstöðu fyrir aftan og taka svo til í rauninni að eldri og endurnýja eldri aðstöðu fram á. Síðan búið að taka út því að þeir eru með bráðabirgðaleyfi á svæði fyrir utan skipulagstillögun og það er svona verkefni sem er verið að vinna í með þeim líka að finna framtíðarlausn að því. Því þeir voru með tímabundna fyrir svona vinnu, eða segja svona í vinnubúðir er þetta að kalla, eða létt hús. Þannig að þó það sé utan þessara deiliskipulagstillögu þá hangir þetta náttúrulega með starfsemi fyrirtækisins, þannig að það er gott að það sé sagt að það sé verið að finna framtíðarstaðsetningu á þau mál, en innan þessara deiliskipulagstillögu er verið að horfa á starfsemi fyrirtækisins, það sem er uppbygging á stórgripaslátrun og einnig að eldri byggingar verði endurnýjaðar. En bara ánægjulegt að það sé uppbygging í gangi hjá Sláturfélaginu og nú fær þetta bara til auglýsingar og það þarf að vinna þá úr þeim umsögnum sem getur komið. Einnig hefur náttúrulega sveitarfélagið og ég veit að embættismenn hafa átt mikla fundi með varðandi fráveitumálin og það er hluti af því sem er búið að vera að vinna á undanförnum árum og verður unnið að áfram og gera áætlanir þannig að þeir standist allar kröfur í þeim efnum líka. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki, að þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkt því að ganga
hleypa málun áfram hefur verið samþykkt til auglýsingar og grundvelli 41. greinar vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Það hefur verið gerð innáskipting í bæjarritara starfinu eða ritara fundarins. Þórdís hefur vikið af vettvangi út í sólina og 20 stiga hitann og inn er komin Rósa Jónsdóttir sem er alþekkt hér á þessum vettvangi. Þá er það 11. mál á dagskrá fundarins Litla-Sandvík deiliskipulagstillaga, tillagana frá 60. fundi skipulagsnefndar frá 15. apríl síðastliðinn liður 5. Lögðu fram tillaga nýs deiliskipulags tekur til hluta úr landi Litlu-Sandvíkur sem staðsettir í dreifbýli í sveitarfélaginu Árborg. Markmið skipulagsins er að gera ráð fyrir uppbyggingu íbúðarhúss, skemmu og smáhýsa ásamt nauðsynlegum innviðum. Skipulagssvæði nær til 48.000 fermetra svæðis sem þriðjungur af heildarstærð jarðarinnar. Skipulagsnefnd Árborgar mælist til þess við bæjarstjórn að deiliskipulag verði samþykkt til auglýsingar á grundvelli 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur fyrir gerð deiliskipulagstillögunnar liggi fyrir innan aðalskipulags sveitarfélagsins. Einhverjum sem vilja tjá sig, Bragi Bjarnason, við óvæntum orðið, hann er bæjarfulltrúi D-lista. Frekar óvænt. Forseti bæjarfulltrúar tilhendur. Já, bara rétt til að fylgja. Þetta er náttúrulega ræða svæði sem er inn í Litlu-Sandvík, rétt sunnan við bæinn, nálægt flugvellinum, en það fellur á og skipulagsnefndin tók það náttúrulega til umfjöllunar hjá sér. Þetta fellur að skilmálum aðalskipulags sveitarfélagsins og þarna er landeigandi að koma með tillögu að þarna bara fínn uppbyggingu sem lítur bara vel út og ég held að sé ekkert svo sem meira það að segja nema bara að skipulagið fari í auglýsingu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Er einhverju fleiri sem vilja tjá sig deiliskipulagsbreytingu í Litlu-Sandvík? Ef svo er ekki, þá ber ég þau upp til atkvæða þeir sem eru því samþykk að þetta fari í auglýsingaferli og kynningu vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundargerðum sem eru þá til kynningar og umræðu. Það er fyrst 12. mál á dagskrá fundarins, velferðarnefnd sveitarfélagsins Árborgar, fundur haldinn 17. mars síðastliðinn. Er einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 13. mál á dagskrá fundarins, bæjarráð 165. fundur haldinn 27. mars síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig eða einhverjir eins og margt yngra fólk segir í dag. Enginn sem vil gera það. Það voru ekki einu sinni einhverjir. Þá förum við í 14. mál á dagskrá fundarins. Umhverfisnefnd 27. fundur haldinn 24. mars síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð. Ef svo er ekki, þá förum við í 15. málið á dagskrá eigna- og veitunefnd 53. fundur haldinn 24. mars síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð. Ef svo er ekki, þá förum við í 16. mál á dagskrá þessa fundar. 72. fundar bæjarstjórnar Árborgar, fræðslu- og frístundanefnd 27. fundur haldinn 24. mars síðastliðinn. Það er enginn sem að kveður sér hljóðs og þá förum við í 17. málið á dagskrá. Það er skipulagsnefnd 59. fundur haldinn 25. mars síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð. Nú ef svo er ekki, þá förum við í 18. mál á dagskrá fundari sem er bæjarráð 167. fundur haldinn 9. apríl síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð. Ef svo er ekki, þá förum við í 19. og síðasta mál á dagskrá þessa fundar. Bæjarráð 167. fundur haldinn 16. apríl síðastliðinn. Og þá hefur kveðið sér hljóðs hvorki meira né minna en Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, með leyfi forseta ætla ég svo sem ekki að tala
mál sem er á dagskrá, heldur bara að tala um störf bæjarráðs og mér langar út að við fjöllum menningarmálin, þá voru í Árborg að hefjast og hafið. Það er síðasti vetrardagur í dag og á morgun 7.1. og þá var venjan að voru í Árborg hefjist og meðan við sátum hér á þessum skemmtilega fundi þá var setningar athöfn barnamenningar hátíðar í sveitafélaginu núna klukkan 5 í miðbænum og búin að sjá myndir af því að það var allir úti í sólinni og mikil gleði, en mér langar bara að hvetja íbúa og kjörna fulltrúa til að kynna sér metnaðarfulla dagskrá sem deildin okkar er búin að leggja fram og virkilega gaman að sjá að við erum að taka barnamenninguna og önnur sveitafélög hafa fylgt okkur í því, að mér langar bara að hvetja íbúa til að kynna sér málin og mæta á viðburði næstu daga. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs á þessum bæjarstjórnarfundi. Dagskráin er tæmd. Forseti vill óska íbúum, starfsmönnum sveitafélagsins og bæjarfulltrúum gleðilegs sumars. Það er að hefjast sumar á Íslandi eftir nokkra klukkutíma og er nú þegar komið í veðrinu hér úti. Ég þakka góða fundarsetu. Við verðum hér næst á miðvikudaginn 7. maí og bara ég segi njótið veðursins. Takk fyrir, fundi er slitið.